Einar Jóhannes var hérna síðast að tala það að það væri 175 milljónir sem var að fara í einhvern einstakling sem að kannaði svo ekki við að fá þjónustu eða pening í samanburði við þann pening sem að svo fjárhæð var sem var eins og segi 175 milljónir. Svo þegar var verið að reyna að leitast eftir því að fá upplýsingar þetta þá voru þær ekki til. Þannig að áður en að þið farið að kvarta yfir því að fá ekki nægan pening fyrir þetta þarf ekki að fara að fá einhverja yfirsýn yfir það í hvað þessi peningar eru að fara. Ég heyrði einmitt þetta viðtal og ég man rétt var það ekki meira þannig að hann trúði því ekki að þetta gæti verið svona háfjárhæð að veita þjónustu gagnvart einum einstaklingi. Já. En það sem að, ég hugsaði bara, getur verið rétt, það er nefnilega málið. Við erum alveg að sjá það að svona þyngstu einstaklinganir sem þurfa mjög þunga þjónustu, þeir geta alveg kosta svona 150 milljónir, 170 milljónir. Það eru dæmi þess efnis. En auðvitað þetta eru bara útgjaldahliðin og aftur þá kemur jöfnunarsjóður á móti. Við fáum auðvitað tekjur úr jöfnunarsjóður á móti eftir því hvernig SIS-matið metið. Þannig að ég heyrði það að hann var haft samband við tölvudeildin, ég bara ekki alveg viss að tölvudeildin hafi bara sjálf trúað því að þetta gæti verið sannleikur fólkin í þessu. En þetta geti verið rétt þá? Já, ég alveg með dæmi þess efnis, ég veit það fyrir víst að við erum með nokkra einstaklingar sem þurfa mjög mikla þjónustu og þá það þessi kostnaður sem fylgir. En hins vegar varðandi yfirsýn, ég alveg sammálaður. Við þurfum líka að vera og tryggja það að við séum með góða yfirsýn. Og ég hef verið að leggja áherslu á það. Bara núna, ég hagfræðingur og svona greininganörd. Þannig að svona, ég hef verið að betrumbæta þetta. Þannig að við séum alltaf að efla okkar greiningavinnu. Og við til dæmis fórum í skipulagsbreytingar hjá Kópavogsbæ og við erum komið með áhættu og fjárstýringarsvið sem bara líka greiningadeildir þar inni. Þannig að við erum að greina þetta statt á stöðu. Getum við gert betur? Pottþétt. Var ekki þá bara hægt að kjósa Miðflokkinn? Að reyna að gera betur. Ef þeir ætla að laga þetta? Já, ég veit ekki alveg hvernig hann ætlar að laga þetta, en ég að meina það, þú veist, að við eigum að greina, skoða tölunar og hvort við getum gert betur til að fara betur með fé skattgreiðenda. Og við erum statt á stöðu að huga því hvað við getum gert til að bæði stuðla skilvirkari þjónustu en líka þetta bara fara betur með fé Kópavogsbúa.